Ja, Gylfi, það stór dagur í Víkinni, margmenni og tilefnið þetta stórt, ný treyja og nýr sponsor, bara hvernig líst þér á þetta allt saman? Mjög vel, bara stór dagur fyrir klúbbinn. Þetta sé, vonaði sé að fara með rétt, ég held að þetta sé örugglega stærsti samningur sem Víkingur hefur gert. Þannig að ég held að þetta sé bara svona jákvæð þróun á klúbbnum og þeirri stefnu sem klúbburinn á núna, þeirri vegferð. Gefur þetta bara klúbbnum mikið jafnvægi, mikið traust og ákveðin svona tímaramma í þessum samningi að halda áfram að byggja ofan á góða starf sem hefur verið byggt núna síðustu 5-10 ár. Og klúbburinn bara á þeim stað að þeir vilja stækka og gera hlutina betur og þetta einn liður í því. Já, það helst kannski svona í hendur við hvað félagið stórhuga innanvallar og þessi samningur utanvallar? Já, algjörlega. Ég held að stjórnin og bara að félagið sjálft að vinna þetta mjög vel saman. Bara hefur verið gert mjög vel að allir að ýta í sömu átt og þetta hjálpaði til að liði kallalegi gerði vel á síðasta tímabili og verðum auðvitað í Evrópukeppninni núna. Ég held að svona allt einhvern veginn helst í hendur og hvort það sé inn á vellinu með okkur utan að allir sé að ýta í sömu átt. Ég held að stjórnin og allir sem koma að svona rekstri klúbbsins sé að gera bara mjög vel. Heldur betur. Aðeins að þér, það voru þetta stór tíðindi í gær út snúin aftur í landslið, þar að segja á svona því stíi sem að þetta varst með síðasta glugga, hvernig var að fá þau tíðindi? Frábær. Ég fékk þau fyrir cirka viku eða eitthvað svoleiðis þegar Arnar hringdi í mig. Þetta bara mjög ánægður, mjög spenntur fyrir þessum 2 leikjum og já, bara gríðarlega glaður. Er landsliðið ennþá, sagði það að þú snýrir aftur út á völlin, er landsliðið ennþá það sem þú brennur fyrir? Algjörlega. Ég held að þótt að maður veri hættur í fótbolta, ég held að það veri eitthvað sem maður á eftir að sakna örugglega hvað mest. Að spila fyrir Ísland og vera í, þótt að það sé ekki gaman að ferðast, en að vera í þessum ferðalögum með landsliðinu og í öllu þessu stúsi í kringum leikina. Það sem skemmtilegast við fótboltann að fá að spila fyrir landið sitt. Það breytist ekkert þótt ég sé 23 ára eða orðin 40, sko. Það mun bara alltaf vera til staðar. Hvernig var síðasta verkefni í Mexíkó að spila á þann leik og allt þar í kring? Gríðarlega erfitt, bara hvað kemur að leiknum, aðstæðunum, að vera í 2000 metra hæð. Þetta var eitthvað sem enginn af okkur hefur upplifað áður. Þetta var bara gríðarlega erfitt og bjóst í 40-50 metra og þú varst bara búinn á því. Þetta var líkamlega mjög erfiður leikur, en þetta ákveðin bara ákveðin upplifun að hafa verið hann á þessum tímum. Þetta er gríðarlega mikil öryggisgæsla og svona mikil óvissa hvað myndi gerast á næstu dögum og sérstaklega þegar leikurinn var. En bara þannig séð, hvað maður að segja, þótt að úrslitin voru léleg, en þá held ég að sé svona ákveðin skilningu bæði hjá staffinu og leikmönnum hversu erfiðar aðstæðurnar voru fyrir okkur. En gott að fá svona viku eða 8 daga með þjálfaranum og fara yfir ákveðna hluti sem auðvitað gott fyrir marga unga leikmenn sem voru í hópnum að svona kannski fá smurtið hennar. Aðeins að bara sumrinu framundan, hvernig leggst þetta allt saman í þig? Bæði hérna heima og svo þetta í Evrópu? Mjög vel. Bara búin að vera langt undirbúningstímabil, þannig að við erum bara mjög spenntir að loksins byrja, spila einhverja leiki sem skipta máli. En já, hvað verður Evrópu, það náttúrulega svona skemmtilegustu leikirnir. Spila heima og heiman og vonandi markmið allan í klúbbnum að fara eins langt að við getum í því. Þannig að það er bara mikil spenna og ég vona að við verðum bara meira en tilbúinir fyrir fyrsta leikurinn. Staðan þér góð? Já, bara búin að ná að æfa vel.
þrátt fyrir mikinn kulda þá höfum við náð að æfa úti eða flesta dagana og bara líkaminn er góður, þannig ég er í bara mjög fínu standi, þannig að vonandi heldur það bara áfram næsta viku. Bara rétt í lokin, góðu vinnuðin og landsliðinu, Jóhann Berg, mikið orðaði við heimkomu núna, hvernig væri að fá hann í bestudeildina? Það var auðvitað bara mjög gott. Þetta þarf bara að ákveða sig hvað hann vill gera, en það væri skrítið en mjög gaman að spila mót honum, þannig að ég bý bara spenntur eftir að hann ákveði sig, en það er auðvitað því betri leikmenn sem deildin fær, því betra er það fyrir deildina og áhorfendur, þannig að ég vona að hann komi, bara fyrir að sjá hvað gerist. Þú myndir ekki tala fyrir því að fá hann í Víking bara? Nei, alls ekki. Það veist ekki hvort þetta er í síðasta leikurinn sem við spilum saman núna í Mexíkó, en hvort við eigum eitthvað fleiri saman, það kemur bara ljós. Heldur betur, takk hérlega. Takk.